Komið sæl og verið velkomin í mjúkt flæði. Ég heiti Íris og ætla að fá að leiða ykkur gegnum nokkrar mjúkar stöður í dag. Og það eina sem við þurfum er bara jógadínan og kannski jógakubbur ef þið eigið. Og við ætlum að byrja að koma ykkur fyrir í þægilegri setstöðu. Alveg sama hvort þið séu með krosslagða fætur, sitjum á hælum eða erum með fótleggi fram. Finnum bara bakið beint, axlirnar eru slakar og augun lokuð. Og við ætlum að gefa okkur smá stund í að lenda á dýnunni, beina athyglinni átt að andardrættinum. Og leyfa okkur aðeins að hlusta. Og finnum hvernig kviðurinn og bringan lyftast á innöndun og dragast saman á útöndun. Og ætlum svo að draga djúpt inn andann og halda örlítið. Og svo blása frá og sleppa. Við ætlum sem að byrja á það mikið háls og herðar. Hann á næstu fráöndun leyfa hökurinn sig að róla niður í áttu bringu og mjúk teygja aftan á hálsinum. Við getum síðan spennt greipar og lagt hendur aftan á hnakka ef við viljum og leyfum þá olnbogana bara að hanga létt fram. Og athugum hvort við náum að beina önduninni aftur í bak. Við losum síðan takið rólega, reisum höfuðið, drögum andann að og fráöndun höllum við höfðinu aftur með munnin örlítið opinn, þannig að mjúk teygja framan á hálsinum. Við getum síðan prófað að loka munninum eða mynda skúffu ef við viljum auka teyginn aðeins. Við opnum síðan munninn, reisum höfuðið rólega við, drögum andann að og fráöndun höllum við höfðinu yfir hægri öxl. Þannig að mjúk teygja vinstra megin í hálsinum. Og hér getum við líka tekið fingurnar á vinstri handlegg og stungið inn í gólfið og teygt handlegginn út frá líkama. Finnum hvernig teygjan lengist frá hálsinum alveg niður í fingur. Við reisum sem hefur rólega við, drögum andann að og fráöndun höllum við höfðinu yfir vinstri öxl. Þannig að mjúk teygja hægra megin í hálsinum. Tökum svo fingurnar á hægri handlegg og stingum þeim í gólfið, teygjum handlegginn út frá líkama og lengjum teygjuna niður eftir handleggnum. Og reisum sem hefur rólega við. Drögum andann að og fráöndun lítum við yfir hægri öxl og beinum hökunaröndin niður í átt á öxlinni. Og hér ætlalega augunum að líta eins langt aftur að geta bak við augnlokin. Á næstu innöndun lítum við fram og útöndun lítum við yfir vinstri öxl og beinum hökunaröndin niður í átt á öxlinni. Og við reisum sem hefur rólega við. Teygjum handleggi út í sitthvora áttina, fettum og krempum fingur. Vekjum hnúan okkar aðeins. Pössum að slaka á öxlunum niður frá eyrum hér.
Rúllum svo úlliðina nokkra hringi í aðra áttina. Og nokkra hringi í hina. Við leggjum sér fingur ofan á axlir og myndum stóra hringi með olnbogum og mýkjum herðasvæðið okkar. Það er velkomið að gera hreyfinguna í takt við öndunina ef við viljum. Við öndum þá að þegar við lyftum olnbogunum upp og öndum frá þegar við þrýstum þeim niður. Og skiptum svo rólega átt. Við stöðum síðan hreyfinguna, leggjum handlegginn niður og innöndin alltaf þrýstu öxlunum fram og upp í átt að eyrum og útöndin þrýstum niður aftur. Höldum svona áfram í takt við okkar öndun og förum bara á okkar hraða. Við skiptum síðan rólega átt þannig að innöndin þrýstum við öxlunum aftur upp í átt að eyrum og útöndin þrýstum niður fram. Á næstu innöndin þrýstum við öxlunum þétt upp í átt að eyrum. Höldum áfram að anda rólega hér og ruggum höfðinu til og frá. Náum kannski að gefa hálsinum okkar smá nudd. Hér er velkomið að leggja lófu ofan á hnýið að læra og þrýsta þess upp á móti ef við viljum. Við drögum svo djúpt andan, þrýstum öxlunum ennþá hærra, höldum aðeins hér og svo blásum frá og sleppum. Gerum þetta einu sinni, drögum djúpt andan, þrýstum öxlunum þétt upp í átt að eyrum og blásum frá og sleppum. Á einundin tegjum sín handleggi upp og út, opnum faðminn, opnum bringuna og fráhandinn leggja okkur rólega saman niður í átt að dýna barns langt og hendar okkur. Öndum að tegum handleggi upp og út, tegum fingur í sundur og fráhandinn leggja okkur rólega saman. Og einu sinni fyllum lungun, opnum faðminn og fráhandinn leggja okkur rólega saman. Reisum okkur síðan rólega við og komum á 4 fætur. Og við passum hér að hafa lófana beint undir öxlum, hnén beint undir mjöðmum. Velkomin að hafa tábergidínu hér, við tegja aðeins að tánum. Og byrjum svo á því að anda frá myndi krippu, þrýsta herðablöðunum vel í sundur. Öndum svo að þettum bakið, opnum bringuna og lítum upp. Og öndum frá myndi krippu. Og höldum svo áfram í takt við okkar öndun. Förum bara á okkar hraða. Hér getur verið gott að ímynda sér að þessi bylgja að fara í gegnum bakið sem að byrjar í rófubeininu, þannig að rófubeinin stjórnar hreyfingunni. Við endum síðan næstum fráöndun, þrýstum herðablöðunum vel í sundur og leyfum svo bakinu að koma í hlutlausa stöðu. Við leggjum lófana örlítið fram á dýnuna og búum okkur undir að mýkja mjaðmirnar. Þannig að næstu fráöndun þrýstum mjöðmunum yfir til vinstri, aftur á hæla yfir til hægri og innöndun þrýstum yfir til vinstri, fram á úlliðina yfir til hægri. Og höldum svona áfram í takt við okkar öndun. Og hér er velkomið að gera hreyfinguna eins stóra eða eins smáa á hendar okkar í dag.
næstu framöndun skiptum við síðan átt. Þannig að þrýstum mjaðmanum yfir til hægri, aftur að hæla yfir til vinstri og innöndun þrýstum yfir til hægri, fram á úlnliðum og yfir til vinstri. Á næstu fráöndun setjum við síðan aftur að hæla. Leyfum enninu sig að róla niður til dýnu, tegjum handleggi örlítið framar og gefum eftir hér. Tökum nokkra djúpa andardrætti og finnum hvernig við breiðum úr bakinu í hver skipti sem við drögum andann að. Á næstu innöndun ætla ég að renna rólega fram eftir dýnunni. Leyfa mjöðmunum að síga niður. Réttum handleggjum að opna bringuna og koma inn í hundinn sem horfir upp. Og hér getur verið alveg nóg að hafa bara hnén í dýnu. En ef þið viljið getið þið prófað að setja tærnar í dýnu og lyfta hnjánum upp. Pössum bara að hlusta á mjóbakið okkar. Suma daga getur verið alveg nóg að hafa hnén bara í dýnunni. En við drögum síðan djúpt inn andann. Og á fráöndun leggjum við hné í dýnu, lyftum mjöðmunum upp og aftur og komum upp í hundinn sem horfir niður. Og hér ætla ég að gefa okkur smá stund í að koma okkur fyrir í stöðunni. Við getum gengið hæla upp og niður til skiptis aðeins að mýkja kálfann okkar. Svo sem að teygja vel úr fingrum, lengjum hrygginn í báðar áttir. Og hér finnst sumum gott að gera já-nei hreyfingar með höfðinu og mýkja aðeins hálsinn. En við stöðum síðan hreyfinguna á hælanum, leyfum þeim bara síga eins langt niður fyrir dýnu og þeir komast í dag. Og hér ætlum við að einblína á að rétta úr bakinu og hafa frekar bogið hné heldur en bogið bak. Drögum svo djúpt inn andann og á fráöndun leggjum við hné í dýnu, ristar í dýnu, enn í dýnu, handlegginn með fram síðum og gefum eftir hér. Tökum nokkra djúpa andardrætti. Við leggjum síðan lófa í dýnu, komum upp á 4 fætur og búum okkur undir að þræða nálínum. Á innöndun lyftum við hægri handlegg upp og út. Á útöndun leyfum við að renna undir vinstri, lófan vísar upp, hægri öxl og hægri kinn koma niður í dýnu og við vindum varlega upp á hrygginn hér. Kannski viljum við hafa vinstri lófa í dýnu. Það er líka velkomin að teygja vinstri handlegg beint upp út frá vinstri öxl. Getur ég lagt handabak aftan á mjóbak. Eða jafnvel grípið utanum hægra lærið fyrir aftan bak. Finnum bara hvar hendar okkur að hafa handlegginn í dag. Við leggjum síðan vinstri lófa aftur niður í dýnu, reisum okkur upp á 4 fætur og losum aðeins baki hér með því að tylla mjöðmunum til og frá. Við búum okkur síðan undir að gera eins hinum megin. Á innöndun lyftum við vinstri handlegg upp og út. Á útöndun leyfum að renna undir hægri, lófan vísar upp, vinstri öxl og vinstri kinn koma varlega niður í dýnu og við vindum upp á hrygginn hér. Við getum haft hægri lófa í dýnu eða teygt hægri handlegg beint upp út frá hægri öxl.
Þú getur líka lagt handabak aftan á mjóbak eða grípið utan á vinstra læri fyrir aftan bak. Hér ætlum við að lengja öndunina. Við leggjum síðan hæglega aftur í dýnu. Reisum okkur upp á 4 fætur og losum aðeins úr bakið með því að dilla mjöðmunum til og frá. Á innöndun lyftum við síðan hægri fæti upp og aftur. Á útöndun beygum við hægri hné eftir hægri úlið. Leggurinn leitar yfir til vinstri og leyfum vinstri fótlegg að renna rólega niður eftir dýnunni. Komum inn í dúfuna. Gefum okkur smá stund í að finna þyngdarpunktinn okkar í miðjunni. Þessum að leki ekki yfir til hægri eða vinstri. Og svo þegar við erum tilbúin til að leyfa okkar að síga rólega niður eftir dýnu. Bara eins langt og hendar okkur í dag. Með mjúk teygja í hægri mjöðum og í hægra læri. Og hér notum við öndunina til að hjálpa okkur að gefa eftir inn í stöðuna. En í hvert skipti sem við öndum frá, leyfum okkur að síga örlítið dýpra. Og við skulum líka beina athyglinni í átt að hálsi og herðasvæðinu. Athuga hvort það sé einhver óþarfa spenna þar. Eða hvort það sé einhver óþarfa spenna í kviðnum. Leyfum okkur bara að gefa alveg eftir hér. Tökum svo einn djúpan andardrátt í viðbót. Gefum aðeins betur eftir. Á næstu innöndun leggjum við síðan lófa í dýnu og reisum okkur rólega við það réttum úr okkur. Stöldrum aðeins við hér, finnum jafnvel smá teygju framan á vinstra læri eða í vinstri nára. Drögum svo vinstri fótlegg upp að hægri og jöfnum aðeins mjöðmunarleipina því að rukka okkur til og frá. Komum okkur síðan fyrir á 4 fótum. Á innöndun lyftum við vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun beygjum vinstra hné eftir vinstri úlið. Leggurinn leitar yfir til hægri og við leyfum hægri fótlegg að renna rólega niður eftir dýnunni. Og gefum okkur smá stund í að finna þyngdarpunktinn okkar. Komum okkur rólega fyrir. Og svo þegar við erum tilbúin að leyfa okkur síga rólega niður eftir dýnu. Þannig að mjúk teygja í vinstra lærið í vinstri mjöðum. Og notum öndunina til að hjálpa okkur að gefa eftir. Við gefum eftir í hálsinum og herðasvæðinu líka. Leyfum okkur að sökkva ofan í stöðuna með hverri fráöndun. Tökum svo einn djúpan andardrátt í viðbót. Leyfum okkur að gefa örlítið betur eftir. Og innöndun leggjum svo lága í dýnu. Við reisum okkur rólega við réttum úr okkur. Stöldrum aðeins við hér, athugum hvort við finnum smá teygju framan á hægra læri eða hægri nára.
Nú drögum svo hægri fótlegg upp á vinstri og jöfnum aðeins með þar. Ruggum okkur til og frá hérna. Við reisum okkur síðan upp á hnén. Höfum cirka mjana breidd á milli hnjánna. Búum okkur undir að koma inn í kameldýrið. Við leggjum lófa aftan á mjóbak, leggjum fingrum að vísa niður og olnbogarnir vísa beint aftur. Spennum kviðinn hér, drögum andan að. Og á fráendum byrjum við að þrýsta mjögum hægt og rólega fram. Svo þegar mjögminnar komast ekki lengra getum við byrjað að fetta baki rólega aftur. Bara eins langt og við treystum okkur til í dag. En ef við vitum að hælarnir eru innan selingar getum við prófað að teygja okkur í þá. En ef ekki þá pössum við að þrýsta lófanum þétt að bakinu og styðja við okkur. Og höldum áfram að lengja öndunina hér. Á næstu fráhandin legum sínum mjögumálum að síga rólega niður eftir hælum. Legum ennina síga niður eftir dýnu og gefum eftir inn í ungbarnið. Tökum einn djúpan andardrátt hér. Við leggjum sér lófa í dýnu, komum á 4 fætur, stingum tánum undir okkur og lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Tökum einn djúpan andardrátt hér. Á innöndun lyftum við sinn hægri fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa og við komum inn í hlaupateygina. Við leggjum síðan vinstra hné síga rólega niður eftir dýnu og reisum okkur við hér. Passum að hægra hné sé beint fyrir ofan hægri ökkla. Spennum smá kviðinn til að missa ekki bakið óþarfa fettu. Leggjum lófa ofan á hægra hné og leggjum mjögmunum að síga rólega niður hér. Og það er alltaf velkomið að breikka eða minnka bilið á milli fótleggja. Þannig að mjúkt teygja framan á vinstra lagið hérna. Við leggjum svo handlegginn niður frá síðu. Drögum andan að til handleggi hátt upp. Og fráhandinn til við hægri handlegg ská aftur og vinstri handlegg ská aftur. Þannig að við opnum hér inn í vinstri síðu. Þannig að mjúkt teygja frá vinstri öxl, jafnvel alla leiðin niður í vinstri hné. Komum svo rólega tilbaka, leggjum lófa í dýnu og byrjum hægt og rólega að rétta úr hægri fótlegg. Hér getur við gott að hafa kubba með sér til þess að ná að rétta vel úr bakinu. Við kreppum ökklan, leggjum tánum að vísa beint upp. Vinstri meðan beint fyrir ofan vinstra hné og það mjúkt teygja aftan á hægri fótlegg. Hér erum við ennþá að nota öndunum til að hjálpa okkur. Þannig með hverja fráhandin gefum við örlítið betur eftir. Legum okkur að sökkva aðeins betur ofan í stöðuna. Við byrjum svo hægt og rólega að beygja hægri fótlegg, stingum tánum á vinstra fótlegg í dýnu og lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður.
Tökum einn djúpan andardrátt hér. Á innöndun lyftu sem vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun stígu fram milli handa. Komum inn í hlaupateygina. Og leiðum svo hægra hné sig rólega niður í aftardýnu. Við reisum okkur við, leggjum lófa ofan á vinstra hné. Þessum að vinstra hné sé beint fyrir ofan vinstri ökkla. Smá spenna í kviðnum og mjúk teygja framan á hægra læri. Og leiðum okkur að síga niður hér með hverri framöndun. Leggjum svo handlegginn niður með þeim síðum og innöndun teygja handlegginn hátt upp. Á útöndun teygja vinstra handlegg skáf aftur og hægri handlegg upp og skáf aftur. Þannig að við opnum inn í hægri síðu hérna. Og beinum öndunin í átt að hægri síðu. Kannski ná að finna teygju frá hægri öxl alveg niður í hægra læri. Komum svo rólega tilbaka. Leggjum lófa í dýnu, byrjum hægt rólega rétta úr vinstra fæti. Þangað til að hægri mjög komum beint úr ofan hægra hné. Kreppum vinstri ökkla, leiðum tánna að vísa beint upp. Getum náð okkur í kubba hér til að ná rétta alveg úr bakinu. Og finnum mjúka teygju aftan á vinstri fótlegg. Og við hverja fráöndun leiðum okkur að síga örlítið dýpra inn í stöðuna. Beinum öndunin í átt að teyginu sem við finnum. Byrjum svo hægt rólega að beygja vinstri fótlegg. Stingum tánum á hægri fótlegg dýnu, þrýstum lófum þétt dýnu og lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Og tökum einn djúpan andardrátt hér. Og byrjum svo hægt rólega að ganga fótleggjum upp í átt að handleggjum. Og leiðum okkur að hanga fram hérna. Beygjum hnén bara eftir þörfum. Getum gripið olnboga og leyft handleggjum að hanga fram eða leyft handleggjum að hanga bara alla leið niður í dýnu. Finnum bara hvað hendar okkur. Og pössum að gefa vel eftir hálsinum þannig að höfuðið hangir þungt fram. Og gefum eftir í bakinu. Byrjum síðan hægt og rólega næstu innöndun að reisa okkur rólega við. Við getum komið hryggjarlið fyrir hryggjarlið eða verum með alveg beint bak og reist okkur við. Og tökum við djúpan andardrátt hér. Við ætlum síðan aðeins að breikka bilið á milli fótleggja og búa okkur undir jóga múdra. Það er kannski aðeins meira heldur en mjaðmarbreidd. Og leyfum fótleggjum að vera aðeins inn á við, þannig að við höfum smá innskeið. Spennum sem greipar fyrir aftan bak eða náum okkur í belti. Ef við náum ekki alveg spenna greipar, þá getur gott að hafa belti hérna á milli handleggja. Drögum svo djúpt inn andann, opnum bringuna réttum úr handleggjum. Og frá öndun ætla að leiða okkur að síga rólega niður í átt í dýnu. Og leiðum handleggjunum að draga okkur áfram. Það er velkomið að beygja hnén hér, bara eftir þörfum.
Pössum að gefa vel eftir í hálsinum. Og við erum áfram að lengja öndunina og dýpkana. Notum hann til að hjálpa okkur að komast betur inn í stöðuna og gefa eftir. Tökum einn djúpan andardrátt í viðbót. Á innöndun reisum okkur sem rólega við. Opnum bringuna, drögum djúpt inn andann og frá öndun sleppum við. Við getum aðeins losa hér með því að rugga okkur til og frá. Við komum okkur síðan fyrir fremstu dýnu. Drögum djúpt inn andann til við handleggja hátt upp. Og frá öndun leggja okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn aðeins hér vel aftur í háls. Og frá öndun stígum aftur í höndin sem horfir niður. Tökum einn djúpan andardrátt hér. Þrýstum fingrunum vel í sundur, lengjum hrygginn. Og göngum síðan fótleggjum rólega upp í átt að handleggjum. Og fáum okkur sæti hér. Nú ætlum við að leyfa okkur að rúlla niður í dýnuna og gefa bakinu okkur smá nudd. Við getum annaðhvort haldið þétt hnén og rugga til hliðina hér. En við getum líka gripið undir hnén og rúllað fram og aftur. Þegar við erum að rúlla fram og aftur getum við gert það í takt við öndunina. Drögum þá andana að þegar við komum fram og endum frá þegar við rúllum aftur. Svo þegar við erum tilbúin að rúlla okkur upp í okkar útgáfu á axlarstöðinni. Við getum annaðhvort haft allt bakið í dýnu. Og leyft fótleggjum að vísa beint upp, höfum þá bara handlegginn niður frá síðum. Getur líka gott að setja púða eða teppi hérna undir mjaðmirnar. En við getum líka lyft mjaðmanum upp, lagt lófa aftan á mjóbak, gengið olnbogana örlítið saman og lyft fótleggjum beint upp. Og hér er þetta að leyfa okkur að vera á hvolfi. Við skulum fett og kreppa tærnar. Rúlla ökklum nokkra hringi í báðar áttir. Við getum líka gert okkur aðeins innskif og útskif. Snúið fótleggjum út frá mjöðmum. Og ætlum síðan hægt og rólega að leyfa fótleggjum að síga niður á dýnu fyrir ofan höfuð. Ef við erum með allt bakið í dýnu, þá grípum við fótleggja og drögum þá örlítið nær okkur. Þannig að það er mjúkt þegar aftan á báðum fótleggjum. Ef að tærnar snerta dýnuna, getum við prófað að losa handleggi. Átökvært að ég bara spenna greipur og réttur handleggum niður í dýnu. En ef að tærnar eru í lausu lofti þá pössum við bara að halda þétt til bakið á okkur. Við minnum okkur líka á að við getum rúllað niður hvenær sem er þegar við erum búin að fá nóg. Pössum bara að hlusta á líkamann og vinnum með hann bara eins og hann hefur það í dag. Við leggjum sér lófa aftur þétt á mjóbak bein hnén og leyfum okkur rúlla rólega niður. Grípum hnén hérna og ruggum til hliðanna. Við leggjum sér iljar í dýnu, cirka mjama breitt. Við leggjum handlegginn niður frá síðum.
Spennum kviðinn. Og á næstu innöndun ætlum við hægt og rólega að byrja að lyfta mjaðmanum upp frá dýnu. Og við lyftum bara upp í þá hæð sem hentar okkur. Við getum gengið herðablöðin aðeins saman undir okkur. Jafnvel athuga hvort við náum að spenna greipar hér. Og hér öndum við hægt og rólega. Athugum jafnvel hvort við náum að gefa eftir í rassvöðunum og leyfa fótleggjunum að sjá vinnuna. Á næstu innöndun lyftum við sér mjög örlítið hærra og á fráöndun leyfum að síga rólega niður, losum takið á handleggjum og gefum eftir. Við leggjum handleggi út í sitthvora áttina og leyfum lófunum að vísa niður og á næstu fráöndun leyfum við hnjánum að síga samferða yfir til vinstri. Drögum svo andann að, reisum hnén við og á fráöndun sígum samferða yfir til hægri. Og höldum svona áfram í takt við okkar öndun og förum bara á okkar hraða og mýkjum bakið. Hér er líka velkomið að lyfta fótleggjum upp úr dýnu og halda hreyfingunni áfram þannig. En það getur líka verið alveg nóg að hafa bara ilminn í dýnu. Finnum bara þá útgáfu sem hentar okkur í dag. En við stöðum síðan hreyfinguna, réttum úr fótleggjum beint upp í loft, spyrnum vel aftur í hæla, leggjum handlegginn yfir frá síðum, lefum lófann og vísa niður og við spennum kviðinn og beinum hökunöldin niður í átt að bringunum. Hér ætlum við að leyfa fótleggjum að síga rólega niður eftir dýnu, þannig við erum að virkja kviðinn okkar og við förum bara á okkar hraða. Pössum að lengja öndunina hér, ekki halda inn í sér andanum. Notum hann áfram til að hjálpa okkur. Og leið að hælarnir snerta dýnuna, þá gefum við alveg eftir. Leyfum okkur að sökkva aðeins ofan í dýnuna. Við búum okkur síðan til hryggvindu, gefum vinstra fótlegg í dýnu, beygjum hægri fótlegg, leggjum hægri yl ofan á vinstra hné, vinstri handleggur grípur utan um hægra læri og hægri handleggur vísar beint upp. Leyfum okkur að rúlla rólega yfir til vinstri og opnum inn í hægri síðu. Við getum lyft höfðinu að líta yfir til hægri. Reynum að halda báðum öxlum í dýnu ef við getum. Og gefum eftir með hverri framöndun. Getum líka að athuga hvort það sé einhver óþarf spenna í vinstri mjöðm eða vinstri öxl sem liggur í dýnu. Stundum gleymir maður þeirri hlið þegar maður er í hryggvindu. Komum svo rólega tilbaka, skilum hægra fæti aftur í dýnu. Beygjum vinstri fótlegg, leggjum vinstri yl ofan á hægra hné. Hægri handleggur grípur utan um vinstra læri og vinstri handleggur vísar beint upp. Leyfum okkur svo rólega til hægri. Og
beinum önduninni í átt að vinstri síðu. Við getum lyft höfðana að líta yfir til vinstri. Reynum að halda báðum öxlum í dýnu. Og notum áfram öndunina til að hjálpa okkur. Við gefum eftir með hverju fráhöndun. Við komum svo rólega tilbaka. Skiljum vinstra fæti eftir niður í dýnu. Og við búum okkur undir síðustu og mikilvægustu stöðu dagsins. Slökunarstaðan, Shavasana. Ef það er einhver staða eða teygja sem að líkaminn kallar á, getum við gefa okkur smá stund í að teygja núna. Annars komum okkur bara þægilega fyrir, breiðum vel úr líkamannum. Lefum lófun að vísa upp. Öklarnir eru mjúkir en fæturnir detta í sitt hvar áttina. Hér getum við klætt okkur í sokka eða breytt yfir okkur teppi. Getum við líka púða undir hnén ef við viljum. Og gefum aðeins betur eftir í mjóbakinu. Komum okkur bara þægilega fyrir. Við skulum taka inn djúpan andardrátt hér. Við drögum andana að höldum aðeins. Og svo blásum frá og sleppum. Og við skulum sleppa frá okkur öllu því sem við þurfum ekki með okkur akkurat hér og nú. Leyfum okkur bara að vera eins og við erum. Og við skulum gefa okkur smá stund í að hlusta á líkamann anda. Þannig við beinum athyglinni í átt að andardrættinum. Og finnum hvernig kviðurinn og bringan lyftast á innöndun og dragast saman á útöndun. Og ef að hugurinn reykar einhvert óvart, þá drögum við athyglina rólega tilbaka og beinum henni aftur í átt að önduninni. Og gefum það bara eins oft og við þurfum án þess að dæma okkur. Og ég mæli með því að þið gefið ykkur þann tíma sem að þið þurfið í slökun og njótið þess bara aðeins að hlusta á líkamann. Takk kærlega fyrir að gera mjúkt flæði með mér í dag. Om Shanti.